Bárði Jónssoni orðið að gjöra svo vel. Formaður og systkini nær og fjær. Eins og þið vitið þá var talað að rita aðfararorð eða formála að stjórnarskránni sem væri svona eilítið upphafinn texti, þó ekki of, og við ræddum þetta í A-nefndinni og gerðum nokkra tillögur og ég ætla að lesa fyrir ykkur hér munnlega texta sem er lagður fram til frekari skoðunar á síðari stigum. En textin er svona: Við sem byggjum Ísland og höfum þegið landið, sögu þess, tungu og menningu í arf af formæðrum okkar og feðrum, gerum með okkur nýjan sáttmála. Ísland er frjálst og fullvalda þingræðisríki. Þjóðin er uppspretta valdsins og saman viljum við skapa réttlátt þjóðfélag þar sem hornsteinarnir eru frelsi, jafnrétti og lýðræði. Við sitjum öll við sama borð og ólíkur uppruni auðgar heildina. Stjórnvöld okkar skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða fjölbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við lýsum jafnframt yfir þeim ásetningi að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Með þetta að leiðarljósi setjum við okkur þessa stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða. Svo mörg voru þau orð. Ég ætla aðeins að segja örlítið tildrög þessa texta. Með því að hafa formálaða stjórnarskráni er brotið blað í íslenskri hefð og norrænni. Einungis Færeyingar hafa formála í drögum að sinni stjórnarskrá, en slíkir formálar eru þekktir meðal margra þjóða. Freyju Haraldsdóttur, Illu og Jökulssyni og Erni Bárði Jónssyni var falið að vinna að formálunum, að gera frumdrög. Gerðu þau hvert fyrir sig uppkasta texta. Var Erni Bárði þínast falið að kalla til ráðgjafar Erling Sigurðarson og Þórhildi Þorleifsdóttur. Áttu þau 3 fund þar sem farið var yfir tillögurnar 3 og auk deiglu úr þeim 3 sem Örn Bárður vann. Úr þessu fernu var svo til ofangreindur texti eða framangreindu texti með hliðsjón að texta frá Þorvaldi Gylfasyni sem hann deildi með okkur á fyrstu vikum starfs okkar. Í fyrstu málsgrein er reynt að tengja saman sögu og samtíð, en framtíðartilvísun kemur aftar í heildartextanum. Í suður afrísku stjórnarskránni er þeim sýndur sómi í formálunum sem á undan gengu í baráttunni fyrir réttlæti þar í landi. Sama á við hér enda þótt ólíku sé saman að jafna. Í fyrstu málsgrein er formæðrum og feðrum þakkað fyrir þann arf sem þau skiluð af sér. Formæður eru af ásetningi hafðar á undan feðrum til að minna á mikið framlag kvenna í gegnum aldirnar, en þær hafa miklu síður notið viðurkenninga fyrir sín störf og baráttu en karlar. Lögð er áhersla á fullveldi, þingræðið og uppsprettu valdsins og hornsteina hugmyndana í stjórnskipun okkar. Þá er mynd á heill íbúa landsins, menningu þeirra, land og lífríki. Markmið þjóðarinnar er að byggja upp ríki réttlætis, heillar og hamingju fyrir núverandi íbúa og komandi kynslóðir. Leið er á það mynd að við erum ekki öll á sama bergi brotin, eigum okkur ólíkan uppruna, en það gerir heildina og arfleifðina fjölbreyttari og auðugri. Og þess vegna er setning þarna þau sem að eiga sér annan uppruna.
til þess að það stingi síður í augun þetta með formæður okkar og feður og arfin og allt það. Þá samstaða með öðrum þjóðum á friðarvegi áréttuð svo og virðing fyrir öllu mannkyn og jörðu. Loks áréttað að stjórnarskráin æðstu lög landsins og hana skulu allir virða. Aðeins þetta með, ég ætla að leyfa ykkur að heyra hérna upphafsorðin úr stjórnarskrá Suður-Afríku á ensku. We the people of South Africa recognize the injustices of our past, honor those who suffered for justice and freedom in our land, respect those who have worked to build and develop our country, and believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. Þessi orð kveiktu hugmyndina að inngangsorðum okkar og reyndar var í upphaflegum texta, sérstaklega í tillögunni minni var að vísa til fleiri atriði heldur en bara frelsis, jafnréttis og lýðræðis. Ég hafði þar inni einar 4 höfuðdygðir, réttlæti, hugrekki, forsjálni og hófsemi. Og síðan líka hinar trúalegu dygðir, trú, von og kærleika. En það fauk nú út í umræðunni og ekkert síst af minni eigin tillögu og auðvitað get ég alveg séð það fyrir mér að það auðvilt að boða trú, von og kærleika þó það sé ekki stjórnarskrárvarið. En ég ætla svo að leyfa mér að lesa textan aftur og biðja ykkur að hlusta og ég ætla að lesa hann rólega. Við sem byggjum Ísland og höfum þegið landið, sögu þess, tungu og menningu í arf af formæðrum okkar og feðrum, gerum með okkur nýjan sáttmála. Ísland frjálst og fullvalda þingræðisríki. Þjóðin uppspretta valdsins og saman viljum við skapa réttlátt þjóðfélag þar sem hornsteinarnir frelsi, jafnrétti og lýðræði. Við setjum öll við sama borð og ólíkur uppruni auðgar heildina. Stjórnvöld okkar skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða fjölbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóða. Við lýsum jafnframt yfir þeim ásetningi að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Með þetta að leiðarljósi setjum við okkur þessa stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða. Takk fyrir.